Ljósveitan háhraða tenging fyrir kröfuhörð heimili. Míla. Já, við fyrir að ræða leikinn mikilvæga stóráfangi á þér á morgun 100 leikir og það enga smá kanónur sem í 100 leikja klúbbnum. Gaman að komast í þennan klúbb. Já, ekki spurning. Það var mikill heiður fyrir mig og bara gaman að þessu en það sem skiptir náttúrulega mestu máli núna leikurinn á morgun. 3 punktar, það eina sem verið að stefna að. Hvíta-Rússland, já, kannski ekkert óskrifað blað en þær eiga að vera með veikara lið en Ísland. Já, það ekki spurning og við erum óhrættir að segja það að við erum að vera betra liði en það mjög mikið að við komum líka bara andlega og líkamlega einbeittir til leiks því að annars getur bara að fara mjög illa. Það hefur sýnt sig einmitt að mótið í liðum frá þessum hluta Evrópu að það hægt að lenda í miklu basli ef að fólk passa sig ekki. Það verður að koma einbeittir frá fyrstu mínútu og vannmat hreinlega ekki í boði. Það alveg rétt hjá þér. Það líka bara þannig að þessi lið að spila allt annan fótbolta en við. Það einhver svona annað skipulag og annað í gangi á þeim þannig að sem við erum kannski ekki vanar þannig að það mjög mikilvægt fyrir okkur að koma mjög sterkar til leiks og reyna að setja náttúrulega bara marka á þessu fyrst þannig að til að brjóta alla þeirra vonir á bak aftur sem fyrst sko. Það kannski þolinmæðin sem lykillinn, það má alveg gera ráð fyrir því að það liggi alveg tilbaka og þið verið mikið með boltan og að fara ekki á taugum þó að markið sé ekki komið eftir 20 mínútur. Það rétt, þú veist það mjög líklegt að þær bakki svolítið niður og vendi sitt mark eðlilega og mikilvægt fyrir okkur að halda þolinmæðinu og líka halda einbeitingunni, sérstaklega í varnarleiknum því að þær eru skeinu að þetta fram á við. Og Freyr var að tala áðan að allar helstu stuðningssveitir Íslands væru að sameinast og reyna að búa til smá stemmingu. Er það ekki algjört lykilatriði í svona fyrsti leikur undankeppni EM að áhorfendur mæti nú á völlinn og styðja við? Það mjög mikilvægt. Við höfum alveg fundið það áður hvað stuðningur áhorfenda skiptir miklu máli. Þetta okkar 12. maður og að koma til Íslands á bara það var hræða hvert einasta land þannig að fyrir okkur að fá fólk í stúkuna væri bara frábært og eins og ég segi, við ætlum að standa okkur inn á vellinum, við ætlum að reyna að smita út okkar stemmingu upp í stúku, þannig að það bara að vera gaman að koma á kvennalandsleiki. Takk fyrir. Takk. Notaðu N1 kortið og ef þú ert ekki með það, nældu þér í 1 á n1.is. N1. Hluti af daglega lífinu.